ætlum við að skella okkur aðeins og skoða viðhorfin. Það alveg ótrúlega skemmtilegt viðhorfsefni. Það sem við ætlum að skoða í þessu fyrirlestri í dag í fyrsta lagi, hvað viðhorf og hvaða þættir hafa áhrif á viðhorf hjá fólki. Ef að þið hafi sterk viðhorf gagnvart einhverju, hvaða viðhorf eru það og hvenær mikilvægt að rannsaka þessi viðhorf? Viðhorf hefur verið eitt af aðalviðhorfsefnum félagssálfræðinnar og það mjög algengt að þeir séu alls konar viðhorfskannanir. Og þetta verður algengara og algengara og það talið að viðhorfin hafi mikil áhrif á hegðun og þannig sé hægt að spá fyrir ef við vitum viðhorfin, þá sé hægt að spá fyrir hegðun í sambandi við ýmis málefni. En hvað eru þá viðhorf? Fræðimenn hafa náttúrulega skilgreint og mælt hugtakið á ýmsan máta og til dæmis árið 1975 þá voru til 500 skilgreiningar á því hvað væri viðhorf. Það nú ekki smáræði. Það ekki skrítið og við vitum það ekki ef að fræðimenn með 500 mismunandi skilgreiningar. Það ómögulegt að finna eina skilgreiningu sem allir fræðimenni geta sætt sig við. Og aðalmál hjá þeim að finna hvar markalínan á milli viðhorfa og svo skildra hugtaka sem eins og skoðun og álit og hver eru tengslin á milli viðhorfa og hegðunar. Flestar skilgreiningarnar eiga það þó sameiginlegt að þau telja að viðhorfin beinist að einhverju, til dæmis að fólki, hlutum eða hegðun. Og þannig væri það til dæmis, ég þoli ekki stjórnmálamenn, ég elska rocktónlist, mér þykir Guðni forseti hlýr maður, mér þykir kenning Freuds vera gölluð. Þetta allt viðhorf. Yfirleitt talið að viðhorfin séu nokkuð stöðug og þau séu sett saman úr hugsunum, tilfinningum og hegðun og það þessi 3 þátta kenning. Þegar talað hugsun verið að vísa til þekkingar á okkur ákveðnu hluti eða persónu. Tilfinningarnar vísa til þess hversu vel eða illa fólki líkar við einhvern ákveðin hlut eða persónu og hegðunin fjallar svo líkleg viðbrögð. Og síðan deila fræðimennirnir innbyrðis hver eru styrkleika hlutföllin milli þessara þátta, hvað mest ráðandi. Sumir telja að í viðhorfi felist bæði hugsanir og tilfinningar, á meðan aðrir segja að viðhorfi sé bara tilfinningalegs eðlis, hugsanir tilheyri skoðunum með áliti. Með öðrum orðum þá eru allir sammála að viðhorf byggist á tilfinningum, en þeir eru ekki sammála hvort það sé einhverjir aðrir þættir að finna heldur en tilfinningarnar. Eins þáttakenningin, hún gerir ráð fyrir því að félagssálfræðingar rannsaka því viðhorfin sem einn þátt í svona 3 þættu kerfi. Það trúin eða sannfæringin vitsmunaþátturinn, viðhorfin tilfinningaþátturinn og athafnin eru þá atferlisþátturinn. Og það eru allir sammála að viðhorf sé tilfinningalegs eðlis, en það umdeildara með hina 2 og stundum reynist vera tengsl á milli þessara þátta og stundum ekki. Þannig að þetta ótrúlega flókið að velta sér upp úr þessu. Rannsóknir hafa snúist 2 aðalatriði þegar verið að rannsaka viðhorfin. Í fyrsta lagi hversu mikil samkvæmni eða samræmi sé á milli þessara 3 þátta, það sannfæringar, viðhorfa og atferlis. Og síðan hvernig þau breytast, viðhorfin, hvernig þau mótast og breytast, hægt að breyta þeim? Og þá hvernig? Það virðist vera ákveðið samræmi á milli trúar og viðhorfa og þannig trúum við til dæmis að ef einhver maður sé áreiðanlegur, fyndinn og hlýr, að þá verður viðhorfið til þessa manns verður mjög líklega jákvætt. Við höfum ekki neikvætt viðhorf til eitthvað sem við höldum að sé með þessum kostum. Samkvæmni milli viðhorfa og atferlis og það oft hægt að segja til atferli ef að viðhorfin eru þekkt. Og það það sem verið að kanna til dæmis þegar verið að leggja skoðanakannanir fyrir varðandi kosningar. Þannig að ef ég skoða viðhorfin gagnvart þessum flokkum, hver verður niðurstöðan út úr kosningunum? Og það virðist vera sem ákveðna skoðanir fylgist alltaf að. Þannig virðist að vera að til dæmis sama fólki sem styður ákveðar aðgerðir og bann við vopnaburði og það á móti ritskoðun og vill eyðileggingu kjarnavopna. Við fyrstu sýn, ef við skoðum þetta, í ákveðar aðgerðir og bann við vopnaburði, móti ritskoðun, eyðileggja kjarnavopn. Við fyrstu sýn ekki að sjá að þessu ólíku viðhorf eigi endilega nokkuð sameiginlegt. Samt nóg fyrir okkur að vita að það einhver manneskja á tiltekinni skoðunum eitthvað eitt málefni og þá vitum við nokkurn veginn hver afstaðan til annarra málefna. Það virðist vera að það sé eitthvað sameiginlegt sem bindur þessi viðhorf saman. Og það spurningin misræmi milli viðhorfa og hegðunar. Það gæti stundum.
Til dæmis maður sem hefur, eða manneskja sem hefur neikvætt viðhorf til reykinga, en hún reykir samt, veit að þetta hefur slæm áhrif alltaf, en hún hættir samt ekki. Og það rannsókn sem var gerð þarna 1934, þessi Lapierre, og hann var að kanna viðhorf gagnvart austurrísku fólki. Sem sagt, í rannsóknin ferðast hvítu prófessorum Bandaríkin í fylgd með kínverskum hjónum. Og það voru miklu fordómar á þessum árum gagnvart austrænum kynþáttum og það voru ekki búið að setja nein lög sem að banna til dæmis misrétti í sambandi við gistingu. Þessir 3 ferðamenn komu við á meira en 200 hótelum og veitingastöðum og fengu gistingu og veitingar á öllum stöðunum og aldrei neitt vandamál nema einu hóteli sem neitaði með gistingu. Eftir ferðalagi var síðan öllum stöðunum sendt bréf þar sem spurt var hvort viðkomandi fyrirtæki myndi taka á móti kínversku hjónum sem gestum. Af 128 sem svöruðu, þá voru 92% sem sagðist ekki myndi gera það. Þannig að eigendur þessara fyrirtækja lýstu með öðrum orðum fordómafullum viðhorfum sínum sem voru algjörlega í mótsögn við fyrri hegðun, þar sem að þau hefðu boðið fólki velkomið. Og þetta eitthvað sem að fræðimenn hafa mikinn áhuga á að skoða, hvað það sem veldur þessu? Tvennt virðist skipta máli í samkvæmni eða samræmi þessa þátta. Það hversu sterkt viðhorfið og sértækt viðhorf spáir best fyrir sértæka hegðun og almennt viðhorf, ef við trúum einhverju almennu, það spáir fyrir almenna hegðun. Og aftur virkar þetta nú svona pínlítið eins og common sense. En það eru fleiri þættir sem koma að þessu og það eru þættir eins og hversu þvingandi aðstæðurnar eru í hvers skipti. Og við oft neyðumst við til að gera hluti sem ekki í samræmi við viðhorf okkar og sannfæringu. Af því aðstæðurnar bjóða ekki upp á annað. Ef styrkleikinn mikill á viðhorfinu, að þá spáir það vel til hegðunina, en ef viðhorfið veikt, að þá ekki mikið samræmi á milli viðhorfs og hegðunar. Sérstætt viðhorf gerir sérstaka hegðun, á meðan almennt viðhorf, almenn hegðun. Og þá minnst þarna á dæmi stúlku sem hefur jákvætt viðhorf til að nota pilluna, mun mjög líklega nota hana sjálf, en kona sem hefur almennt neikvætt viðhorf til getnaðarvarna mun líklega almennt ekki nota flestar getnaðarvarnir, en það þarf samt hins vegar að kanna þetta mjög mikið áður en hægt að alhæfa þetta. Lesefninu talaði Lions Club og Hellisheiði. Ég breytti því aðeins og setti að það almenn viðhorf að umhverfisvernd sé mjög mikilvæg, en það tryggir samt ekki að fólk flykkist til að taka þátt í hreinsunin og Hellisheiði með Sjálfstæðisflokknum. Hins vegar, ef sértækari viðhorfin til Sjálfstæðisflokksins mjög jákvæð, að þá mun það vera tryggari vísbendingum það að fólk muni taka þátt í hreinsuninni. Síðan við að tala viðhorfsbreytingar. Mögulegt að breyta viðhorfum. Og þá oft auglýsingar og þá fara þeir ýmsar leiðir. Það verið að endurtaka eitthvað boðskap, tengja boðskap við eitthvað eftirsóknarvert og notast við rök eða fortölur. Hugtakið fortölur oft notað til að tákna ferli þar sem sendandinn ætlar sér að breyta viðhorfum eða skoðunum eins eða fleiri viðtakanda. Og auglýsingar hafa verið flokkaðar sem ein tegund af fortölum. Á meðan áróður eða propaganda felst í því að viljandi, ítrekað og kerfisbundum að reyna að breyta eða festa viðhorfsskoðanir eða hegðun hjá tilteknum hópum, án þess að fólk gerir sér endilega grein fyrir því eða óski eftir því. Í þessari skilgreiningu með áróðurinn felst að markmiðið næst aðeins þegar hún breytt yfir langt skeið eða langan tíma. Markmið getur allt verið frá því að markaðsetta einhverja vörur yfir í ýta undir einhverja hegðun þjóðarinnar á einhverjum ákveðnum tímum. Þannig getur áróður tekið til ýmiss konar athafna og fortalna og svo lengi sem þær notað til að ná viðkomandi markmiði. En viðhorfin stjórnast þannig, móttakan af boðunum stjórnast af 2 þáttum, það athygli og skilningi. Tekið eftir þessu og skilji það sem að ræða. Síðan það athygli móttakandans, áhuginn og styrk viðhorfs. Og það eru 2 úrvinnsluleiðir sem boðið upp á eða talað þegar maður að skilja boðin. Og það annars vegar þessi jaðarleið með því að beina athyglina að yfirborðskenndum eiginleikum skilaboðanna sem krefist ekki mikillar ígrundunar og svo kjarnaleiðin með því að skoða mjög gaumgæfilega rökin sem settur fram að hvað niðurstöðu komist og hvernig það gert. Þannig ef ég endurtek þetta þá það með því að skoða mjög vel þau rök sem eru sett fram að hvað niðurstöðu komist og hvernig það gert. Það kjarnaleiðin með því að beina athyglinni að
yfirborðskenndum eiginleikum sem krefjast ekki mikillar ígrundunar. Það er jaðarleiðin. Þeir sem fara kjarnaleiðina að fortölum hafa yfirleitt meiri áhuga á því máli sem fjallað er til dæmis af því það snertir þeirra sjálfsmynd eða málefni sem eru þeim mikilvæg. Þá skoðum við rökin, við reynum að finna hvað er á bakvið. Þeir sem hafa aftur á móti ekki áhuga getu til að íhuga skilaboð vandlega, þeir fara jaðarleið. Því hafa önnur einkenni boðana frekar áhrif á þau, svo sem hvernig þau eru sett fram eða hver er það sem kemur með þessi boð. Það skiptir meira máli í jaðarleiðinni heldur en í kjarnaleiðinni. Svo er komin að spurningunni, getur atferli móta viðhorf? Og kenningin sem hefur átt einna mestu fylgjafagn á þessu sviði, það er kenningin hans Leons Festinger hugamissirmæði, þegar að ósamræmi er á milli viðhorfa annars vegar og hegðunar hins vegar. Það verður þessi hugarpyrringur. Og þetta er mjög óþægilegt og hvetur til breytinga á viðhorfinu eða hegðuninni. Og það er gengið, eins og í öðrum kenningum á þessu sviði, þá er gengið út frá því að tilhneigingi hjá fólki sé að koma á sem mestu samræmi milli atferlisla og viðhorfa eða ólíkra viðhorfa innbyrðis. Og það er gert ráð fyrir því að menn búi við tveimur eða fleiri, ef menn búi við tveimur eða fleiri ósættanlegum viðhorfum, þá leiðir það til vanlíðunar sem aftur verki sem hvati til að draga úr þessu misræmi og koma á samræmi. Og þannig er tekið áframhaldum í þessari kenningu er því einnig haldið fram að ef menn taka þátt í að viðhafi atferli sem er andstætt viðhorfum, þá leiðir til misræmis og síðar þá viðhorfsbreytinga. Einkum ef nægilega réttlætingu skortir fyrir atferlinu. Og þetta er tilraunin hjá þeim Festinger og Carl Smith ónáa réttlætingu sem við fjallaðum áður. Það er dæmið þarna framhaldsskólanema og leiðilega verkefni þar sem við fengum borga fyrir. Og tilraunin fólst í því að þátttakendurnir áttu að segja öðrum sem biðu eftir að fá að taka þátt í þessu leiðilega verkefni að verkefni væri bæði áhugavert og skemmtilegt. Þeir sem fengu borgað háa greiðslu, 800 krónur, breyttu ekki viðhorfum sínum, þeim fannst alveg jafn leiðilegt, meðan að hinir sem hefðu fengið 40 krónur fyrir að segja sama hlutin fóru að trúa því að verkefni hafi raun og veru verið skemmtilegt og áhugavert. Vegna þess að það getur ekki verið að ég hefi haldið áfram að gera þetta ef ég var bara að gera þetta fyrir 40 krónur sem skipti ekki nákvæmlega neinu máli. Þá eignaru þessari hegðun innri þáttum en ekki ytri þætturinn sem var peningurinn eða beiðnin. Almenna ályktunin sem er oftast dregin af þessu tilraunum er sú að misræmi á milli atferlis og viðhorfa leiðir til viðhorfsbreytinga þegar atferlið er fengið fram með lágmarksþrýstingi eða hvatningu, hvort sem það er umbun eða refsing. Og það má hagnýta hugarmisræmi á ýmsan hátt og eitt af því að til dæmis að nota tæknina Foot in the Door sem er rannsókn Friedman og Fraser sem var gerð 66 og þá til dæmis gerur eitthvað lítinn greiða sem að í þessu tilfelli það er mikil umferð á götunni og ég bið eitthvað fólk að setja fyrir mig lítið skilt í garðinn þar sem fólk er beðið að draga úr umferðarhraða. Það gerist ekki neitt, þannig ég kem aftur og spyr hvort það sé í lagi ég setji stórt skilt í garðinn. Og þar sem að ég var búin að fá leyfi fyrir þessu litla, þá bara já, ok, það hlýtur að vera í lagi, það munar ekki svo miklu, af því það er búið að gera, það er búið að setja sem sagt fótinn milli stafs og urðar. Þá biður eitthvað lítið og kemur svo í framhaldinu og biður eitthvað stærra. Og það er ýmsar svipaðar brellur notaðar í sölumennsku, bjóða fyrst greiða eða gefa gjöf, fólk sem maður sér, má ég spyrja þau spurningu, maður sér þetta stundum í svona stórum mollum og svona, þá kalla einhver á mann og segja má ég spyrja það einu, þú segir já, að því flesti segja já við því að svara einhverju spurningu, en svo í framhaldinu af því að þá er fara að reyna að selja þér eitthvað. Og mjög oft kaupir fólk. Fleiri dæmi hugarmisræmi, það eru til dæmis bræðralagsvígslur í USA, til dæmis til þess að komast inn í eitthvað svona hóp, að það þarf að gera alls konar dellu. Og ef einstaklingarnir þola mikla raunir, þá eykst álit þeirra á bræðraleginu þegar vígslan er lokið. Þetta hlýtur að vera gott bræðralag, eða ég veit ekki hvað kalla þetta bræðralag, í svona háskólahópar einhverjir, að þá eykst álitið á þessum hópi af því að það er svo erfitt að komast inn. Það er svo mikið lagt á mig að þetta hlýtur að vera mjög góður og eftirsókn að vera hópur sem ég er að reyna að komast inn í. Þetta er ekki fyrir að leggja þetta á mig fyrir ekki neitt. Viðhorfamælingar eða viðhorfskannanir að það er mæla viðhorf fólks og það mæla líka styrkleikan á viðhorfinu. Og það er nota venjulega, það er mjög strangar kröfur gerðar til viðhorfsmælinga. Þau þurfa að endurspegla viðhorf svarenda og það þarf að haga orðalagi þannig að það verði ekki misskilningur. Og það er venjulega notaðir vandlega upp yfir staðlaðir spurningalistar, en vandinn við þessar kannanir, viðhorfskannanir, er að þær gefa oft mjög yfirborðslega mynd af afstöðu fólks.
Dæmi, ertu stuðningsmaður eða andstæðingur dauðarefsingar? Það er hægt að bæta þessa mælingu á þrenns konar máta. Það er hægt að spyrja fleiri spurninga. Hvað er það sem þú ert á móti og hverju ertu hlynntur? Það mæluru getur mælt styrkleikuna með kvarða. Og svo getur þú aflað annarra upplýsingar sem eru aldur, kyn og búseta, sem eru þá breyturnar, bakgrunnsbreyturnar sem ég þarf að hafa til þess að mæla. Er það fólk sem býr þarna eða fólk af þessu kyni eða aldri eða eitthvað svoleiðis. Og þeir eru búin að væntanlega prófa að gera svona í ýmsum hópum þeir búin að vera að prófa að gera svona kannanir. Kvarðarnir í svona viðhorfamælingum eru yfirleitt með 3 til 9 mælieiningar en það er algengast að nota 5. Þetta er mjög andsnúinn, frekar andsnúinn, hlutlaus, frekar hlynntur og mjög hlynntur. Og þetta er ákveðið kerfi að raða því svona upp. Þannig að hlutlaus er alltaf í miðjunni af því að við viljum ekki að fólk svari hlutlaus. Við viljum fá svör, við viljum fá hér þessi 2 svör eða þessi 2. Því ef fólk svarar hlutlaust að þá segir það mann ekkert mjög mikið. Og svo er það hvernig á að búa til réttmæta og áreiðanlega viðhorfakvarða að þá eru spurðar rosalega margar spurningar, til dæmis 100 spurningar. Og þær eru allar sama málefni en nálgast það frá mismunandi hliðum. Þannig að manni finnst maður oft vera að svara sömu spurningunni aftur og þetta er viljandi gert. Þessar spurningar eru lagðar fyrir hóp manna og úr þeim eru síðan valdar 30 spurningar sem sýna mest samræmi við heildarútkomuna. Og þessar 30 spurningar mynda síðan viðhorfakvarðan. Þannig að það er flókið fyrirbæri að búa til góðan kvarða sem mælir viðhorfin rétt. Ég held að þetta sé bara komið hjá mér.